Glæpahópar nota börn í auknum mæli til ofbeldisverka og annarra afbrota hér á landi. Dæmi að í nágrannalöndunum séu börnum boðnar háar upphæðir fyrir að fremja morð. Fjöldi fólks lætur gagnrýni frá kaþólsku kirkjunni sem vind eyru þjóta og kemur saman á Filippseyjum ár hvert á föstudaginn langa til að láta krossfesta sig. Einn þeirra ætlar á krossin í 37. sinn í dag. Óvenju kalt sumar í fyrra hefur neikvæð áhrif á sauðburð í vor. Í sumum sveitum búist við nokkur hundruð færri lömbum en í venjulegu árferði. Nýjustu raunveruleikastjörnur Svíþjóðar ekki frægðar fólk, heldur syndandi og vaðandi elgir. Fjarstýrðar myndavélar sýna sundið í rauntíma og útsendingin hefur fangað hug og hjörtu sænskra áhorfenda. Hróður íslensku torfærubílanna hefur borist víða lönd. Öflug tryllitæki eru til sýnis helgina í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá fyrstu íslensku torfærukeppninni. Gott kvöld. Það hefur færst í aukana hér á landi að glæpahópar nýti börn til að fremja glæpi, innbrot, fíkniefnasmygl og ofbeldisverk. Lögreglan hefur áhyggjur af þróuninni en á öðrum Norðurlöndum eru dæmi að börnum hafi verið boðnar háar fjárhæðir fyrir að fremja morð og sprengja upp sendiráð. Börn eru yngri þegar þau leiðast út í neyslu fíkniefna og neyslan harðari en áður. Á sama tíma mikill skortur á meðferðarúrræðum. Samfélagið bregst og hópar sem stunda skipulagða brotastarfsemi nýta sér það. Þetta eru börn í viðkvæmri stöðu, bæði vegna veru langt sokkin í neyslu en líka börn sem hafa bakgrunn þar sem þau eru bara mjög viðkvæm fyrir. Dæmi eru að börn og unglingar séu keyrð á milli staða af eldra fólki til að fremja glæpi, innbrot, þjófnaði og ofbeldi. Lögregla uggandi enda staðan í nágrannalöndunum graf alvarleg. Við hins vegar fylgjumst mjög grannt með hvernig málin eru þróast í Svíþjóð. Þar staðan aðeins alvarlegri. Þar eru brotahópar að nálgast ungmenni í gegnum samskiptamiðla og dulkóðaðar síður eins og Telegram, Discord eða TikTok og Instagram til þess að fá börn til að fremja refsiverðan verknað. Þetta aðferðafræði sem kerfisbundinu beitt á Norðurlöndunum. Á miðvikudag var 15 ára sænskur drengur handtekinn í Sydney í Ástralíu fyrir að ráða launmorðingja í þágu norrænna glæpasamtaka. Börnum eru oft boðnar háar upphæðir fyrir að fremja alvarlega glæpi. Bæði ofbeldi og jafnvel manndráp og þá ferðast þau á milli landa til að framkvæma verknaðinn. Og þetta gert til þess að brotahópar geta fríið sig frá saksókn og rannsókn mála. Óttist þið að þetta sé að fara að verða veruleikinn hér líka? Við óttumst að skipuleg brotastarfsemi muni festa sig enn meiri sessi en hún hefur gert nú þegar. Það sem við erum að sjá að það í auknum mæli börn sem eru skráðir sem aukaaðilar í félagahóp með eldri einstaklingum í alvarlegum líkamsárásum. Börnin hafa ekki skilning á aðstæðunum sem þau eru í vegna aldurs, þroska og valdamunnar. Katrín segir glæpahópana bæði íslenska og erlenda. Þetta til jafns og það eins og í Svíþjóð að þar eru bara einstaklingar sem eru aldnir upp í Svíþjóð með sænskan bakgrunn. Það búið að nálgast þau í gegnum samfélagsmiðla sem hafa enga sögu afbrotahegðun áður og þau eru farin af stað og ætla að sprengja sendiráð eða ætla að fara yfir landamærin til að fremja ofbeldisverknað. Þannig að það má segja að þetta er samfélagslegt vandamál, þetta er ekki innflytjendavandamál. Sporna verði við frekari þróun. Öflugri samfélagslöggæsla sé stórt skref en meðferðarúrræði verði að vera til staðar. Ég held að samfélagið sé á mjög viðkvæmum stað. Við sjáum það bara í útköllum lögreglunar hvað að gerast þess eðlis. Við þurfum að efla samstarf allra stofnunar sem koma að málefnum barna. Við þurfum að þróa verklag bara með tilliti til þessara breyttu þátta. Bandaríkin að gefast upp á að semjum varanlegan frið í Úkraínu. Þetta sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna á fundi með leiðtogum Evrópuríkja í París. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom til Parísar í gær. Þar fundaði hann meðal annars með utanríkisráðherra Úkraínu hvernig binda megi enda á stríðið í Úkraínu. So we came here yesterday to begin to talk about more specific outlines of what it might take to end the war. To try to figure out very soon, and I'm talking about a matter of days, not a matter of weeks, whether or not this is the war that can be ended.
Frönsk stjórnvöld standa fyrir röð funda hugsanlegt vopnahlé í Úkraínu. The president has spent 87 days at the highest level of government repeatedly making efforts to bring this war to an end. We are now reaching a point where we need to decide and determine whether this is even possible or not. Rubio sagði Trump hafa varið miklum tíma og ómældri orku í friðarumleitanir en að aðrir hlutir þörfnuðust jafn mikillar athygli forsetans ef ekki meiri. We'll have some more definitive answers about how close we are to actually making progress. But this isn't going to go on forever. Rubio lét þessi ummæli falla aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Bandaríkin og Úkraína skrifuðu undir viljayfirlýsingu að stofnun fjárfestingasjóðs fyrir uppbyggingu í Úkraínu. Svipað leyti tilkynntu Rússar að 30 daga hlé á árásum á orkuinnviði Úkraínu væri runnið út. Í dag á föstudaginn langa ætlar hinn filippseyski Ruben Ennache að láta krossfesta sig í 37. sinn. Sigyn Blöndal hitti Ennache á dögunum þegar hann var að undirbúa krossfestinguna. Hann segir fyrstu 15 mínúturnar á krossinum vera erfiðastar. Við erum stödd í San Fernando í Pampangas á Filippseyjum og þessi bær, hann þekktastur fyrir hátíðina Kutut Lenten Rides sem að framfer á hverju einasta ári. Hér á föstudaginn langa endurgerð á krossfestingu Krists, hvorki meira né minna. Kaþólska kirkjan, hún hefur gagnrýnt þetta og bent á aðra leiðir til þess að færa fórnir og að iðka trú sína, en hingað mæti samt sem áður fjöldi fólks tilbúið í sjálfshýðingar og jafnvel krossfestingu. Ruben Ennache einn af þeim. Hann hefur látið krossfesta sig síðan 1986 og með smá COVID-pásu, en þetta í 37. sinn sem að hann fer á krossin. 1980 mentally, yung sa pag-iisip, okay naman tayo na dahil yung pakikipag-usap, pakikisalamuha sa mga tao, yun nagpapalakas ng loob sa akin. Sa physically naman, araw-araw naman tayo nagbabike para yung katawan natin kahit mainit, nagbabike tayo para pagdating ng araw ng pagpapako, nasasanayin na ng katawan ko yung init. Hindi ko na masyadong mararamdaman. Could you talk us through the ceremony on Good Friday? From beginning, how it starts and how it ends? Nag-uumpisa doon sa bahay ko, yung sinusuot ko na lahat yung mga damit, sapatos, lahat ng costume ko na susuot doon. Tapos, noong nagtatrabaho ako sa isang building, 3 palapag, aksidente na nadulas ako sa ikatlong palapag. Ang tanging nasambit ko lang noon habang pabagsak ako, Diyos ko. Tapos, di ko na alam kung paano ko bumagsak. Nung nakapagpahinga na ako, nakaupo, biglang may pumasok sa isip ko na magpasalamat sa milagro na nangyaring ito dahil sa taas ng aking bagsakan, hindi man lang ako napilayan o nagalos. Kaya pumasok sa isip ko na magpasalamat sa pamamagitan ng pagpako sa krus. How do you prepare mentally and physically? Kukunin ako ng mga Hudyo, dadalhin dito. Dito na ako huhulihin o ipagbibili ni Judas. Huhulihin ng mga Hudyo at sesentansyahan na ni Pilato hanggang sa pagpasan ko ng krus. How are your hands and your feet? When I was, pagka pinako ako, masakit. Masakit. Pati sa paa, masakit. Pero habang tumatagal, nawawala yung sakit. Eitt mesta trúarkvæði þjóðarinnar, Passíusálmarnir eftir Hallgrím Pétursson, voru lesnir upp í nokkrum kirkjum landsins í dag, meðal annars í Hafnarfjarðarkirkju. Sálmaskáldið orti þá miðja 17. öld þegar hann var prestur á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. Passíusálmarnir segja frá píslarsögu Krists og eru 50 talsins. Í Hafnarfjarðarkirkju skiptust lesarar á upplestri milli klukkan 11 og 3. Þá lærisveinarnir sáu þar
sinn herra gripinn höndum og hann af fólki verstu var vægðarlaust reyrður böndum. Allir senn honum flýðu frá, forlétu drottin hreinan í háska einan. Að soddan skulum við sálminga á, sjáum hér lærdóm beinan. Að öðru, vond tíð í fyrra virðist hafa haft talsverð áhrif á frjósemi hjá íslensku sauðfé. Fósturtalningamaður segir að í sumum sveitum verði nokkrum hundruðum færri lömb í komandi sauðburði. Ég allavega með 3 lömb. Ómskoðanir sem þessar hefur Gunnar Björnsson bóndi í Öxarfirði gert ótal sinnum á síðustu 20 árum nær allt land. Það er bara þess á eftir bara 12 daga í börn, sko. Meiri hluti sauðfjárbænda á landinu fær til sín fósturtalningamann fyrir sauðburð til að fá betri mynd af því hversu mörg lömb komi að vori. Í ár fengu þeir misgóðar niðurstöður. Já, ég held að maður svona geti dregið út að það sem að maður heyrði að vorið hefði verið svona langverst. Að þar minna lömbum. Í þeim sveitum segir Gunnar að ómskoðunin sýni töluvert færri 2- eða 3-lembdar ær og sumum bæjum sé frjósemin mun minni en í venjulegu ári. Ég hugsa bara eins og ég nefni til dæmis Fljótin. Það ekki margir bæir og ég tel ekki á þeim öllum. En það eru nokkur hundruð lömb sem vantar þar upp á miðað við bara venjulegt ástand, sko. Og búskapurinn gekk erfiðlega víðar landið enda langt frá því að vera eðlilegt að vetur skelli á miðjan júní. Veðrið eins og það í Öxarfirðinum núna rétt fyrir páska ekkert ósvipað því sem var hérna í júní í fyrra þegar sauðfjárbændur og fleiri lentu í vandræðum vegna hretts. Ég hafði til dæmis í vor hjá mér allar kindur inn í 8 daga. Sem heldur mikið? Já, það ekkert mjög oft sem að það en maður lendir oft í 1-2 dögum, sko, en ekki 8 svona samfelldum, sko, og rosalega hvasst úrkoma, það svona óvenjulegt, sko. Gunnar segir ljóst að á mörgum bæjum fækki lömbunum einhverja tugi og tekjurnar lækka eftir því. Frekari afleiðingar eins og júgurskemmdir eftir kuldatíðina gætu svo komið í ljós með vorinu. Bændur eiga eftir að fá einspenna ær í vor sem þeir vissi ekkert sko, frá því fyrra sumar, sko, og fyrra vor. Þannig að þetta gætir svo lengi áhrif að svona langstætt hretts. Í norðurhluta Svíþjóðar hafa elgir gengið sömu leið í þúsundir ára til að komast í hlýja sumarhaga. Milljónir fylgjast nú með elgunum á því ferðalagi í beinni útsendingu þegar þeir synda yfir Ångermann ána í Kullberg. Fyrstu dagana blöstu skógivaksin svæði við áhorfendum. Dagarnir liðu einn af öðrum þar til það dró til tíðinda klukkan 6 á miðvikudagsmorgun. Ætlunin var að hefja útsendingar á páskadag en vegna hlýinda tóku framleiðendur þá ákvörðun að koma myndavélunum fyrir í síðustu viku. Og það reyndist rétt ákvörðun því nú þegar hafa 100 elga komið sér yfir ána. Áhorfendur eru þakkláttir fyrir jákvæðar fréttir og segja það spennandi að fylgjast með náttúrulífinu í beinni útsendingu. Och det är det som naturen ger. Det här liksom både vatten, det är grönt och det är vilda djuren. Bara det kan man lyssna. Jag ofta sent på kvällen kan jag kan sitta och jobba och ha på och så hör jag det här härliga porlandet från älven och man hör fåglarna och ja det är faktiskt väldigt fantastiskt. Glæsilegir torfærubílar eru til sýnis helgina í Reiðhöllinni í Víðidal. Torfæruklúbburinn stendur að sýningunni og minnist þess að 60 ár eru liðin frá fyrstu torfærukeppninni sem haldin var 2. maí 1965. Fjöldi fólks kom að skoða trillitækin í dag. Fyrsta keppni sumarsins verður 3. maí. Það ekkert aldurstakmark á neinu hennar. Það alveg ótrúlegt hvað mikið af fólki og allur aldur hefur gaman af þessu. Búið var að stilla upp mörgum bikurum á sumabílana sem rakað hafa til sín verðlaunum í gegnum tíðina. Bikararnir komust meira sig einu sinni fyrir á þessum verðlaunabíl sem lengst af hefur verið kallaður sterinn. Ökuþórinn Gísli G. Jónsson hefur verið sigursæll síðan 1991 og hér er hann í góðri sveiflu 1993.
Þetta er náttúrulega búið að taka svolítið á, það eru konir 100 og eitthvað byggarar og það er ekki bara, þeir kom ekki bara svona til manns bara ókeypis, skilurðu. Hvað er aðal kunstinn við að gera góðan torfærubíl? Ég alin upp í sveit og kunni vel að keyra, mér fannst, og ég var búinn að læra bifreiðaverkun og þetta þarf lagni, þetta er ekki bara brjálæði, skilurðu, að standa í brekkuna, sko. Nei, ég bara farið á rúndinn. Hvernig var það? Ég held að þetta er alveg svakalegt, sko, en þetta var mýksti bíl sem ég sest upp í. Sögu torfærunar eru gerð skil á sýningu í Reiðhöllinni og alltaf er að koma nýjungar eins og sjálfstæð fjöðrun að aftan og bílar sem geta byggt að aftan. En þið takið ekki rafmagniðin strax? Nei, það verður ekki strax. En það held ég að fólk sé dálítið spennt fyrir hljóðvónum. Því meira hljóð til betri bíl? Já. Og það var veðri. Það var sólríkt og hlýtt á höfuðborgarsvæðinu í dag, föstudaginn langa, og margir nýttu frídaginn til útivistar. Víða mátti sjá fjölskyldur og vini njóta dagsins saman í góða veðrinu. Fjallgöngugarpar gengu á Esjuna í kjöraðstæðum og á Torsvelli í Korpu tóku spenntir kylfingar forskot á golfsumarið. Það verður breytileg átt 3 til 8 metrar á sekúndu og yfirleitt bjart á morgun, en skýjað með köflum og úrkomulítið við suðvestur og vesturströndina. Hiti 3 til 10 stig að deginum, hlýjast sunnanlands. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Það var sannkölluð markasúpa í leikjum dagsins í 32 leið úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta. 7 leikir voru spilaðir í dag. Afreksstjóri íþrótta og Ólympíusambands Íslands segir að Eygló Fandal Sturludóttir geti hæglega orðið besta lyftingakona í heimi. Og undanúrslitakeppnin við Vals og Aftureldingar á Íslandsmóti karla í handbolta byrjaði með látum. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Glæpahópar nota börn í auknum mæli til ofbeldisverka og annarra afbrota hér á landi. Dæmi að í nágrannalöndunum séu börnum boðnar háar upphæðir fyrir að fremja morð. Fjöldi fólks lætur gagnrýni frá kaþólsku kirkjunni sem vindu meiru þjóta og kemur saman á Filippseyjum ár hvert á föstudaginn langa til að láta krossfesta sig. Einn þeirra ætlar á krossin í 37. sinn í dag. Óvenju kalt sumar í fyrra hefur neikvæð áhrif á sauðburð í vor. Í sumum sveitum búist við nokkur hundruð færri lömbum en í venjulegu árferði. Nýjustu raunveruleikastjörnur Svíþjóðar ekki frægðarfólk, heldur syndandi elgir. Fjarstýrðar myndavélar sýna sundið í rauntíma og útsendingin hefur fangað hug og hjörtu sænskra áhorfenda. Hróður íslensku torfærubílana hefur borist víða lönd. Öflugt tryllitæki til sýnis helgina í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá fyrstu íslensku torfærukeppninni. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á ruv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Nú kem ég, viti! Leikfangasaga 4, Toy Story 4, talsett Disney-teiknimynd frá 2019. Leikfangakúrekinn Vitti og vinir hans lenda í ótal ævintýrum þegar eitt leikfangið úr hópnum týnist og þau leggja af stað í björgunarleiðangur. Það er að berjast við að halda þessu gangandi. Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt. Þetta var ekki alltaf auðvelt. Nei. Perlur kvikmyndasafnsins. Í þessum þætti fjallað konungsheimsóknir til Íslands og kvikmyndir af þeim og síðar heimsóknir forseta Íslands í ýmis byggðarlög. Kuldi, íslenski spennuþættir byggður á metsölubók Yrsu Sigurðardóttur. Þegar Óðinn byrjar að rannsaka áratuga gömul dauðsföll á unglingaheimili fer hann að gruna að óhugnanlegir atburðir þar tengist dularfullu sjálfsvígi eiginkonu hans. Systurbræður, The Sisters Brothers,
bandarísku vestri frá 2018 með Joaquin Phoenix, John C. Reilly og Jake Gyllenhaal í aðalhlutverkum.